Skipta skoðanir mínir einhvern veginn máli? Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt skil. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Er þetta eitthvað sem Sigurjón Ernir, ultrahlaupari, eigandi og stofnandi Ultraform, íþróttafræðingur og mikill svona áhugamaður almennt heilbrigði myndi ég að segja. Já, bara allt sem að tengist í rauninni heilsu. Já, velkomin í 24/7, ég er búin að vera lengi að ætla að fá þig, sko. Já, bara takk kærlega fyrir að fá mig, það er bara heiður að vera hérna. Það ekki, en það höfum við átt í ófáum samtölum á spýrunni alls konar mál tengt við heilbrigði, þannig að ég ætla bara að hjóla mér í þetta, þannig að botnaðu þetta, heilbrigði er. Það er stórt spurt. Já. Ég myndi segja að heilbrigði sé blanda af rosalega mörgu. Heilbrigði er náttúrulega kannski fyrst og fremst þín geta til að hreyfa þig og það hvað sem þú lætur ofan í þig. Og svo náttúrulega spannar það allavega yfir í félagslega tengsl og fleiri þætti, sko. En ég myndi segja kannski að heilbrigði og heilsa, að það er kannski geta gert svona það sem þú vilt gera og er henni því heilbrigðari sem ört og því meira getur gert. Að sjálfsögðu ekki allir sem búa því að geta kannski rækta heilsuna eins og sem eru kannski með langunum veikindi eitthvað svo leiðis, en þeir sem alltaf hafa tök á því að rækta heilsuna eins og ég sjálfur og þú, að við getum náð ansi langt og gert ansi margt það sem okkur langar að gera. Þannig að það er svona kannski stór part af heilsun líka að geta gert það sem langar að gera. Klálega. Tengslu við hreyfingu, mataræði og fyrir tengslu bana og ég veit þú ert búin að vera að prófa ansi margt í gegnum heilbrigði og þú ert búin að vera í svona vegferði allan en nokkur ár eins og maður sjálfur svo sem bara. Já. Hvað er svona nýjasta sem hefur vakið áhuga hjá þér varðandi heilbrigðin? Það er ábyggilega mælingar á mataræði og blóðsykri hjá mér þá, númer kannski 1, 2 og 3. Að ég er búin að fara núna, ég held sem nú fáir á landinu sem hafa farið grúska, djúpt og í blóðsykurmælingum eins og ég hef gert sjálfur. Ég er búin að fara í gegnum þess að hátt í 3 mánuði í blóðsykurmælingum og ég er ekki bara að reyna að kanna hvaða áhrif matvæli hafa á blóðsykurinn, heldur líka hvernig ég get hámarkað svefnin, hvernig ég get hámarkað endurheimt, hvernig blóðsykur haga sér yfir stuttaræfingar, yfir langaræfingar, hvernig blóðsykurinn haga sér þegar það er mikið stress og jafnvel því ég sef lítið, því að þetta eru allt þættir sem að spila inn í heilsu og inn í fitubrennslu og inn í bara hámarksárangurinn. Af hverju er fólk að pæla svona í blóðsykri? Blóðsykur, hann náttúrulega tengist rosalega mörgum þáttum í líkamlegri heilsu. Blóðsykur beintengist til dæmis inn á fitubrennslu, þannig að ef þú vilt grennast og ert að sveifla blóðsykurinn allan daginn og jafnvel ert með of háan blóðsykur, að þá er mjög erfitt að grennast og bara jafnvel hálfa ómögulegt að grennast. Ég hef eins og þú komst inn á, ég prófa rosalega margt í mataræðinu og núna síðustu tilraun sem er nú ennþá í gangi að ég er búin að vera núna 70 daga á ketonísku mataræði. Og ég er náttúrulega einstaklega sem æfi mjög mikið og æfi oft 2 ferðir yfir daginn, þannig ég var svolítið hræddur að taka út kolvetni. Það er rosalega mikil mýta það þurfa allir að fá kolvetni og því meira sem æfir því fleiri kolvetni, þannig að ég er meira fyrir að prófa hlutina bara og sjá svört og hvítu hvað gerist ef að þú prófar að fara á móti jafnvel þessum rökkum. Þannig ég kom í 70 daga þar sem ég er að borða svona 3-5% af mínu orkuinntöku í kolvetnum og ég hef svona veljiðina séð aldrei verið betri og orka yfir æfingar, hvort sem ég er að taka 5 sinnum 1000 metra spretti eða 2-3 tíma rólega hlaupaæfingu eða liftingræfingu hvað það er, að það er bara alveg eins ef ekki bara betri heldur en var hérna áður fyrr. Þannig að þessi rosalega umræða mikilvægi kolvetna klárlega á sjálfsögðu heima meira hjá fólki sem hreyfir sig mikið en fyrir Jón út í bæ sem hreyfir sig ekki neitt að hann ætti ekki að vera með 60-70% kolvetni í sínum mataræði. Og það er kannski annar þáttur í því að það má tengja það inn í okkar matarumhverfi ef við fyrir að skoða það sem er náttúrulega rosalega mikið að viðbættum sykri. Það er til yfir 1000 nöfni við sykur í matvælum og getur oft verið erfitt að lesa í matvæli hvar sykurinn leynist. Þannig að fyrir svona þann sem kannski hefur einhvern brjálæðislegan áhuga á þessu en ætlar að fylgja þeirra áleggingum að kolvetni sé það mikilvægast í lífinu, þú verður að borða því meiri kolvetni því betra, að það er kannski ekki þetta besta í svona okkar matarumhverfi í dag, sko. Og svo náttúrulega ég fer ekki að tala allar grænmetisolíurnar og efnin og róteininefnin og allt það líka sem er í fjölmörgu, sko. En varðandi blóðsykurinn, þá hef ég komist að því að það er ekki bara
kannski taka fram að hérna erum við að tala blóðsykur, við erum ekki að tala næringargildi í matvælum, við erum að tala hvaða áhrif matvæli hafa blóðsykur. Það er ekki eingöngu bara sykurinn og óullastan sem að veldur blóðsykursveiflum. Það getur líka verið eins og það sem valdi til dæmis mikið sveiflu hjá mér. Sveiflur getur verið mismunandi milli einstaklinga, það er gott að taka það fram. Þannig að það sem að getur sveifla mér mikið kannski gerir ekki mikið hjá öðrum. En það er yfirleitt svona einhver tenging í gegnum þetta. Til dæmis seriós ávextir, kartöflur, allt sem inni heldur kolvetni og því herri sykurstöðull að því oft meiri verður sveiflan. Þannig að ef þú ert með einstakling sem er að borða, segjum að fá sér seriós í morgunmat, hafa sér banana í millimál og svo í hádeginu færa sér aðra kolvetniríka máltíð, hvort það er, ég vil kannski ekki vera að nefna nöfn eða svoleiðis á einhver veitingastöðum, en þú veist, segjum að fá sér bara bara kannski núðlur, eins og kannski margir gerir það, nútrál. Og svo kannski í millimáli að þá færa sér einmitt kannski samlóku með bönunum eða eitthvað og kvöldmaturinn kannski inniheldur líka kolvetni. Þannig erum við komið með jafnvel 5-6 máltíðir yfir daginn sem að allar valda mikilli blóðsykursveiflu og þetta er það sem er stóra vandamál í dag. Það er kannski svo í grípið af því að þú prófaðir að taka heilbrigt mataræði innan gæsalappa fyrir en venjulega leikmann, að þú veist, bara venjulegan einstakling sem bara svona veit ekki betur eða hefur ekki gefið sér upplýsingar til þess. Þú fekkst þér korni og frús og eitthvað svona, nákvæmlega, og fylgdist með þessu. En ég hef eitthvað spurning sem tengdist í áðan, var þetta umhverfi og svona. Það er margir sem, og maður hefur alveg verið hana sjálfur, maður haldið að maður sé heilbrigður, en síðan að borða heilbrigða mat, og síðan átta sig á því að maður er ekki að borða það heilbrigða mat. Bara eins og með grænmetisolíunum, með einhvern sykur í matvælum, með unnin mat og svo framvegis, þannig að oft og með mat sem spækar blóðsykurinn, skilur maður, það er ekkert langt sem maður lærði þetta, sko. Nei, þetta er náttúrulega svolítið nýtt á yfirborðinu, en það má kannski alls ekki miskilja það að við eigum aldrei að borða eitthvað sem að veldur blóðsykursveiflu. Nei, nákvæmlega. Við erum hönnuð náttúrulega til að ráða og stjórna blóðsykri, en bara það hefur sýnt sig að mikið af blóðsykursveiflum yfir daginn að það getur endað í því að við fáum hækkandi insúlín og blóðsykurinn hækkar. Og gaman að komst inn á þennan dag sem ég tók, að ég tók Vitobix, próteinbætt Vitobix í morgumat sem að olli mikilli sveiflu, svo tók ég kornistykki og frús, svo tók ég samloku og ávöxtasafa og endaði því að fá mér núðlur í kvöldmatinn. Þannig ég borðaði þannig svona 85-90% kolvetni við daginn og sleppti þá alfarið fitu og próteini, eins og margir eru kannski bara nálægt í að gera þetta. Og fastandi blóðsykur, hann er eðlilegur í kringu svona 4,5 millimól, sem daginn eftir vaknaði í 7 millimólum. Sem var fastandi blóðsykurumur. Þannig þið getið ímyndað ykkur hvað getur skeið ef fólk er að gera þetta alla dag alltaf. Þannig að því hærra sem blóðsykurinn hækkar, að því meira það dettur úr fitubrennslu. Já, og því líklega þú þróa með rána sykursýki yfir mörg ár, sko. Og líður bara illa. Þetta tengist allt inn á hormón, þetta tengist inn á svefnin hjá þér og þannig að þetta tengist inn í allt saman sem þú ert að gera í þinni daglegu rútínu. Þetta er líka svo mikil vítarhingur af því að ef þú spækar blóðsykurinn, að þá ertu líklega til þess að detti í einhver orku. Já, og kannski það er gott ef við komum inn á það hvað gerist þegar blóðsykurinn fyrir upp. Það náttúrulega þegar þú borðar eitthvað sem inniheldur mikinn sykur eða hvort sem það er ávaxtasykur eða venjulegur sykur og sérstaklega þú gerir það á fastandi. Segjum að þú vaknir og fáið kaffi eða vasklas og fyrsta sem þú setur líkamann er vel þroskaður banani eða seriós eða Vitobix eða eitthvað svoleiðis. Þá hækkar blóðsykurinn mikið og líkaminn yfirleitt yfirskýtur insúlín því að hann vill ná tök á blóðsykurinn sem fyrst. Og því oftar sem maður þarf að gera þetta, segjum að í dag þurfi ég held hérna á litlum bolla, ég þarf svona mikið insúlín en svo er ég sem bolla til að ná niður sveiflunni af því sem ég borðaði. Eftir kannski 2 ár þá þarf ég 1,5 svona bolla af insúlíni, svo þarf ég 2 bolla af insúlíni, þannig ég þarf alltaf meira til að ná sama magni af í rauninni kolvetna inntöku niður, sko. Og þetta er líka það sem að gerist hjá eins og fyrir fólk sem borðar mjög óhollt að það sem að veiti því ákveðra ánægju sem að fá sér 1 kleinurhring og líður rosalega vel eftir 2 ár þarf að 2 kleinurhringi svo þarf að 3 kleinurhringi en líkaminn aðlagast alltaf verið í nástandinu og þarf við hafa meira sko og þetta veldur því að við þurfum að setja alltaf meira insúlínurni til að ná niður blóðsykrunum og það hækkar alltaf blóðsykrun hægt og rólega og þetta getur verið að skeia yfir jafnvel 5, 10, 15, 20 ár og svo allt í einu þú komin í sykursýki 2. Já, sem svo Lukka sagði sem komin á sín tíma með Grímfinn alltaf, maður alltaf farið í mælingar hjá þeim. Það er eitthvað 80.000 Íslendingar sem eru á fórsti sykursýkis. Og maður getur það getur verið fólk sem er í íþróttum og svo framvegis og maður bara svona, þetta er alveg magnað sko. Og hérna það sem maður er kannski persónulega
hrifnastur af, það náttúrulega bara allan fyrir mig, mér finnst bara frábært að fara ekki svo mikla sveiflur og halda bara einbytting og fókus allan daginn og líða bara betur og það ekki þreyttur og maður ekki orkulítill, maður bara svona stabíll yfir daginn. Algjörlega, og náttúrulega bara sko blóðsykurinn okkar mælikvarði á orkulevel, þannig að þú ert að sveifla blóðsykri að þá ertu öll jafn að fara í gennum einhver orkusveiflur, þannig að ef þú situr heima og þú ert að hlusta og reglulega yfir hvort það yfir daginn eða bara yfir vikuna, ertu að upplifa reglulega orkusveiflur að þá öllu líkindum ertu að ekki með nógu góða stjórn á blóðsykri. Síðan erum við búin aðeins svona garfast í og svona leiðið til þess að minnka blóðsykursveiflur, ef maður vill fá sér eitthvað óvalt og svona, það er einhvers konar hreyfing jafnvel fyrir æfinga, stuttu göngutúr eða eitthvað svoleiðis, það er ekki epla eða digg, það er að borða prótein og fitu fyrst áður nú fyrir kolvetnin, skilurðu mig? Það er að borða salat jafnvel fyrst áður nú borðar matinn. Það er náttúrulega bara, ef ég klára hérna blóðsykurinn sem við byrjum á hvað gerist í rauninni, hann fer alltaf upp, svo fellur hann niður og því herra sem hann fer upp og því yfirleitt lengra ekki meira niður. Þannig að þegar hann droppar niður og fer niður fyrir eðlilega gildi, að þá ertu hann svangur aftur og þá finnur við fyrir jafnvel orkuleysi, smá svima og þá langar að fá meiri sykur. Og þess vegna þetta rauninni endalaus vítahringur, þetta fer alltaf upp og niður og þess vegna verður þetta stöðu og orkuleysi. Bara þannig að við kannski klárum að loka því, sko. En jú, ég gerði mjög skemmtilega tilraun þar sem að ég borðaði ákveðna máltíð, eins og áðan þá nefni ég bara engin nöfn hvar ég keypti það svo sem, en það var allavega frús inn í þeirri máltíð og ásamt samlóku og það olli svona skemmtilegri blóðsykursveiflu og svo prófaði ég 2 dögum seinna að reyna að útiloka blóðsykursveifluna út frá þeim ráðleggingum sem ég hafði kynnt mér og lesið mér til sem þú getur gert. Þannig ég byrjaði því að ég fekk mér epleitikivan sem hefur rauninni frásóðandi áhrif að líkama á kolvetniinntökuna, þannig að það gerir það að verkum að kolvetni fer ekki hratt og skart í kerfið. Svo byrjaði ég að fá mér gríska jógurt með hnetusmjör og síafræ og fitan svolítið lykilatriði því að mynda buffer fyrir blóðsykursveifluna, þannig að byrja á fitu ótrúlega gott og svo náttúrulega trefjar líka í síafræjunum, þannig ég kom með epleitiki, trefjar, ég kom með fitu og gríska jógurt náttúrulega líka með fitu. Svo fekk ég mér þessa máltíð svona 10-15 mínútum eftir og fór strax í göngutúr eftir ég að búin að fá máltíðina og ég náði gjörsamlega að útiloka sveiflu með þessum hætti. Þannig að þetta, og mér fannst þess að ég hafa verið að finna upp bara ljósapurna þegar ég gerði þetta. Það gjör svo að gegja, sko. Þegar andurs, maður á bara í einhverju ammali og bara verið að fá sér köku og síðan á bara við fáum okkur öll köku sem við tökum bara kortast göngutúr, sko. Já, það bara, en auðvitað verðum við að hugsa svolítið út á því, ok, hvaða leiðir get ég nota sem eru líklega til langtíma ára. Fólk náttúrulega ekki alltaf að fara í göngutúr, það svona, en jú, sjálfsögðu það bara frábært, en allavega að nota þessa leiðir að byrja kannski bara aðeins á fitu, fá sér epleitiki ef þú veist þú ert að fara í einhverju kolvetnaveislu, bara skella smá epleitiki í brúsa og drekka þess að þú byrjar. Þannig að klárlega það eru til leiðir sem þú getur notað. Og svo má kannski taka það fram líka að þetta kannski klárlega meira hættulegt fyrir fólk sem að hreyfi sig ekki neitt og situr eða vinnur við það að sitja við fyrir fram á tölvu eða eitthvað svoleiðis. Íþróttamaður sem að hreyfa sig mikið og jafnvel mjög mikið, 2-3 tíma yfir daginn, hann myndar rosalegan buffer bæði fyrir blóðsykur, hreyfing náttúrulega, öll hreyfing hefur rosalega áhrif á blóðsykur, þannig að þú vinnur sitjandi vinnu og mótsveið að vinja í skurðinum, skófluna eða eitthvað svoleiðis, að þá ertu mikið betur stakk búinn fyrir blóðsykur í rauninni. Og svo virkar það eiginlega svolítið þannig að því meira sem þú hreyfiði, að því meira ertu reyna að búa til áhrif kannski sem vinna á móti þessum slæm áhrifum frá blóðsykurinn. Þannig að þú tekur sem dæmi segjum bara ég sem að hlaupa mikið og lyfta og svo leiðis, að ég í rauninni kemst mikið meira upp með það að leyfa mér alls konar tengt kolvetnum og kolvetniinntöku heldur en einhver sem hreyfir sig ekki neitt. Þannig að það er alltaf að taka þenni dæmið að fólk sem hreyfir sig mikið klárlega getur borðað meira kolvetnum á þess að hafi sögum áhrif og svo sem hreyfir sig ekki neitt. Og þetta kannski annað þáttur sem við þyrftum að fara að skoða svolítið meira í mataræðinu í staðan fyrir að ganga út frá einhverju prósentutöflu eða ráðleggingum mataræði sem að virkar eins fyrir alla, þá sjálfsög það bara alls ekki þannig. Sko. Nei, þess vegna þurfum við öll að mæla okkur og sjá hvað áhrif, hvað matvæli hafa á okkur og svo framvegis. Sko. Algjörlega. Sko. Að því mann, eins og bananis spækaði ógeðslega mikið á þér, var það ekki? Jú, það er einmitt annað sem ég prófaði, að við erum náttúrulega oft saman á Spírunni. Náttúrulega staður sem er sponsorar í podcastinu og við mælum mikið við en það er náttúrulega bara geggjað svona flottur heimilismatur sem er þar í boði og þar tók ég banana fyrir máltíð
og að því að það að fyrsta sem ég tók í kerfið, ég fasta mikið, ég getur kannski komið eitthvað eina það eftir, og ég var þannig að eftir þessar 16 tíma föstu byrjaði að taka banana, borðaði svo holla máltíð og fylgdist með blóðsykurinn og að því að ég byrjaði á bananum að það fór ég mjög hátt upp og endaði í droppi og fyrsta skipti bara í 10-12 ár sem ég finn fyrir svona semi-blóðsykurfalli en hefði ég byrjað hollumáltíðinu og farið svo í bananan að þá hefði ég komið mikið betur út í blóðsykurinn sko. Algjörlega. Já. En alls ekki takk þetta þannig að þeir sleppa bananum og öllum kólunum sko. Nei, ég segi svo, Evert sagði ekki, deyr enginn að því að það er enginn dáið því að borða þetta epli sko. Nei. Þannig að, og líka, ég heyrði einhvern veginn pælingu líka með sko, svo, las bókina Ralph Franklins var hérna ástíðabundnir, svo veist, græmyndu ávöxtin, skilur mig. Nákvæmlega. Það er kannski ekki hafa alltaf aðgang á öllum ávöxtunum sko. Já. En hérna, nei, við erum ekkert svo sem að segja að kólunin sé djöfullinn, alveg partur af heilbrigðu lífinu, það er klálega. Mér langar að halda áfram. Já. Hvaða bók hefur haft mest áhrif á því og hvað lærður af henni? Sko, ábyggilega tengt svona mínum áskorunum og últrahlaupum og svoleiðis að þá er ábyggilega Goggins sem að spilaði mikið með mér að því að, og kannski helst ástæðan fyrir því að sjálfsögður þeir sem að hafa kynnt sér David Goggins að það er kannski ekki mjög heilbrigt það sem hann er að fara, hann fyrir langt út fyrir öll mörg þannig séð, en einhvern veginn tengi ég mikið við hann. Mitt uppeldi er svona svolítið frábrigð hjá öðrum kannski á þá veg að ég ólst ekki upp með föður og móðir og hérna þurfti kannski og gekk bara í gegnum svona erfið tímabil því ég var ungur ég átti erfitt í námi og fleiri þeim dúr þannig að ég svona strax tengdi mikið við hans vegferð og hvernig hann notaði rauninni kannski hreyfingu sem einhvers konar leið bara til að kúpla sig út og ég geri það klárlega sjálfur að ef ég myndi missa út hreyfinguna að þá myndi ég bara fara í þunglindi þá má kannski mitt koma þá að því að fyrir mér er hreyfing og sérstaklega þegar þú komin aðeins út í náttúruna að það er bara besta geðlíf sem þú bara finnur sko allan daginn sko þannig jú, það er hérna David Goggins og bókin heitir Can't Hurt Me að hún er ótrúlega góð svo náttúrulega Atomic Habits ég hef reynda bara að hlusta á hana, ég hef eftir að lesa hana en hún finnst mér líka alveg frábær og það er einmitt snýst bara að svona búa til þessa venjur og aga í rauninni sko, til að fara eftir og það, þú veist, af hverju virka mismunandi mataræði, það er bara einfaldlega því að þú breytir þinni heilsuhegðun, þú ert agaðari og leiðu þú gerir það, þú ert meiri rútína í lífinu og þá nærðu árangri, þannig alveg saman hvort þú ert á keto eða hérna paleo eða vegan eða hvað þú gerir alltaf þegar þú bæði byrjar að borða hollara og ert með meira aga í mataræðinu og ferð eftir í að þá myndur árangri þannig það má vel segja alveg sama hvaða kúr þú tekur að það mun allt virka svo lengi sem það er meira ægi heldur en það sem ást að gera fyrir Algjörlega Já, David Goggins maður það er mjög grænni eftir látið ég lusta á hann sko svo maður ekkert tíma að senda maður sé vídjón og senda hann held í ammæli sko Joe Rogan eða eitthvað að sagði eitthvað, þú fættist þér að fyrir þessum mörgum árum, ég vona að þú sett ekki upp í sófa liggjandi, bara farið út og gerði eitthvað óþægilegt og svona dæmi sko. Já, hann er náttúrulega svolítið brútal sko. Já, hvað var, mér líka einhvern tíma sem ég hlusta á einhvern góður sem bað um að lifa með sér í 4 daga eða viku. Já, það var mjög. Vakti hann bara 4 og bara íspa núna. Já, þeir fóru til næsta vatn sem var frosið bara og skellti sér onni. Já, en ég sé, hann alltaf fer svolítið við strikið, en kannski á móti að þá má bera þau rök að við alltaf lifum í heimi sem að liggur við orðið má ekki gera nýtt í dag. Og það tala oft um það sem að kannski lætur okkur fara út fyrir þægindaramman hjálpar okkur að ná lengra í lífinu. Ég held að þú getur alveg tekið undir það. Þannig að hvort sem það er ísbað eða fasta eða erfið æfing eða hvað það er, að það hjálpar okkur sem einstaklingum að þroskast og ná lengra. Og það kannski sem ég hef lært líka mikið í þessum últrahlaupum að þeir eru staddu kannski einhverstaðar upp á fjalli búin að hlaupa í 100 km gjörsamlega búin á því, gjörsamlega orkulaus og kemst ekki í vatni eða næringu eða neitt kannski alveg á næstunni að þá ferðu svona að hugsa kannski tilbaka þú ert fastur og rauðu ljós í umferð og það er erfiðasta sem er að gerast þann daginn að þá er það kannski ekki rosalega rétt Þetta var svolítið í samhengi Já, og svona margt fleira í lífinu sem við eigum kannski til að væli yfir hvort það er frétta innskot eða veðrið eða hvað það er og sérstaklega hluti sem við höfum ekki áhrif á við eigum kannski ekki til að vera mikið að væli yfir því eða pæla mikið í því sko Ég hef lært mikið frá dóttur minni þegar kemur að þessu. Hún er ekki mikið að
að ofugsa þetta sko. Nei, nú sé bara líf út frá augum bara. Já, við mögum taka margt til okkar frá börnum sko. Já, en það líka, eins og maður segir, út af að maður ætla að spyrja þig aftur, en ég veit alveg svarið þeirra. Af hverju gerir maður svo óþægilega hluti? Af hverju að fasta? Af hverju að taka þessu últralaup? Af hverju að þrýsta sér á æfingum og fara í sýru? Af hverju gerum við mannfólki þetta? Af því að þú svo segir, við þroskumst og líka mótsögnin við það að gera eitthvað óþægilegt, eitthvað krefjandi, það gerir leið lífið bara innansykt. Það ekki það þægilega, skilur mig. Það þetta að þú ert að pússa þér á æfingum eða þú ferði í ísbæð þá langar ekki að fara í ísbæð og svo framvegis því að þú sigrast á einhverju eða þú öðrast einhvern lærdóm eða þú dregur ánægju af því þrátt fyrir að sé sársaukafullt sem ógeðslega skrítið en samt svo rétt og svo satt. Og fyrir mér allavega, nú kannski tala ég bara fyrir mig, en ég hef séð það svolítið skýrt að til þess að ég leyfi mér almennilega að njóta, að þá verð ég eiginlega fyrst erfiða sko. Já, þess að verðskuldagurinn að njóta þér. Já, og líka bara þannig ég geti slappað af almennilega einhvern veginn og ábygglega fleiri sem að tengja við þetta sko. Svo bara, eftir gott últrahlaup eða mjög krefjandi æfingu þá get ég verið alveg sultuslagur sko. Já, maður búið minnum fyrir því. Já, en ef ég er búin að taka 1-2 daga sem ég hef ekki treyft með, þá er ég rosalega erfitt með að slaka á sko. Já, ég er alveg eins sko. Hvort sem það hreyfing eða hvort sem það að, lesa eða skrifa eða eitthvað sko. Mér einhvern veginn verða að vera algjör eftir góð æfingu er mikið þægilega að setja sig niður fyrir fram með tölvuna og vinna þið sko. Já, algjörlega. En síðan Atomic Habits ég las hana mjög góð og einföld að svona einföld í uppsynningu hjá höfundunum ég las hana fyrir jól hún helviti góð sko hún hún masterir þetta venjuferli allt frá sko aðstæðum í hugafari í velunum hvernig hann skoðar venjur út frá 4 sjónarmiðum og hann lýsir þessu ógeðslega einfalt út og það sem ég kannski að tekur margar svo sem margt úr þessu, en kannski sem að tekur úr henni er líka bara að sjálfstjórn snýst ekki alltaf viljastyrk, það snýst alltaf að auðvelda lífið, þú veist. Þú ert að fara í búðina, ákveðdu að sleppa þig að kaupa hana kexpakka af því að þá ferðu heima og ert ólíklega til að fá þér kexpakka því að auðvelda þér umhverfið. Ef þú ætlar á æfingu, taktu til dótið fyrir morgundaginn ekki að morgun þú ert orðinn þreyttur. Þú veist, þá ert líklega til að svara á æfingu af því að þú sérð æfingadótið þeirri ég fer á æfingu. Og síðan, við gætum talað alveg endurlega þetta, en síðan fannst mér líka áhugavert þegar hann sagði að þú átt að nálguðin á heilbrigði á að vera tengt sjálfsmyndinni en ekki útkominni. Þannig að staðin fyrir að ég ætla að missa 20 kíló, ég ætla að verða heilbrigður einstaklingur. Já, sjálfsög. Af því að þá skilur myndar allt, þá ertu búin að setja svona, ég þessi heilbrigður einstaklingur sem hreyfir mig 3 í viku eða eitthvað skilur, eða borða svona, ég bara sá einstaklingur, þá auðveldar að halda í það basically. Og ég gæti svo sem haldið endalaust áfram, ég held líka að sem að sagði, það er 1% bæting hverjum einasta degi, þá ertu 37 sinnum betri yfir 1 ár. Og það var líka það sem ég vil kannski enda með að tala um þessu bók, það var hana þessar litlu athafnir sem við gerum á hverjum einasta degi. Þú veist, þetta eru kannski bara sem við höldum að skipta ekki einu máli. Þetta er bara að lesa þessar 5 blaðsíður í bók. Svona, af hverju að lesa 5 blaðsíður? Af hverju að taka 10 arbeigur, skilur mig. En þú veist, en það er þessi hlutir, 10 arbeigur á hverjum degi, það eru, þú veist, 3650 arbeigur árið, það ekki? Algjörlega, og þú veist, og síðan byggir ofan og það hægt að býtandi, sko. Þannig að þú veist, mér finnst það svona hverstastil hluti sem að gera á hverjum degi, þeir skipta öllu máli og reyna að mastera eitthvað lítið í þeim að það skila sér svo mikið til framtíðarinnar. Já, og þetta má náttúrulega bara yfirfæra yfir á mataræði, yfir á hreyfingu og alveg yfir í náttúrulega endanlega lífstíðtengda sjúkdóma, sko. Já. Og það sem við náttúrulega erum orðin sérfræðingar í dag, að við erum rosalega góðir hjá slökkva elda hér og þeir, í staðin bara að fara að finna hvaðan kemur eldurinn og bara fara í rót vandans og reyna kannski að gera við það. Þegar þú tekur æfingu núna í dag, að þú ert ekki að fara að sjá sixpackið á morgun, sko. Nei. Það kemur hægt að róla, og það saman með mataræði, þú borðar holt í dag, að þá bara fara ekki línuna í lag á morgun. Nei. Og því miður að þá er það svolítið þannig að fólk á svolítið erfitt með að bíða eftir árangurinn. Að hvort sem það er í hreyfingu eða mataræði eða bara hvað það er að ef að það sér ekki árangurinn strax að þá jafnvel er tilbúið bara að sleppa því að leggja inn vinnuna, sko. Og þetta má færa yfir til dæmis bara í heilbrigðiskerfi hjá okkur að við erum þar fyrst mér alltaf vera mikið að íhuga því að reyna laga vandamáli þegar það komið upp, sko. Algjörlega. Ef ekki eyða svolítið fjármagn í því kannski að fyrirbyggja bara vandamáli komi upp fyrir fyrsta, sko.
100% og bæði sko, þetta svolítið tvennt sko, þetta bæði sem einstaklingar að við höldum áfram og sínum þrautsuð þáttu við sjáum ekki árangur strax og verum þolumóð og áttum okkur á þetta ferli og eitthvað þannig, en líka eins og segir með heilbrigðiskerfið að þú veist, við erum alltaf að slökkva elda og við formunum ekki nógu mikið sem gerir það verkum að við erum alltaf að slökkva elda sem gerir það verkum að við förum ekki í rót vandans sko. Eins og bara fullkomið dæmi náttúrulega þessi heimsfaraldur sem í gangi á þess að ég nenni ekki að vera að tala mikið hans og sem en þó það sé náttúrulega óhjákvæmilegt að við þurfum að vera með einhverja takmarkanir þá hefur það rosalega slæm áhrif á fólk og það náttúrulega að minnka og draga úr hreyfingu, félagslegum tengslum og fleiri þeim dúr sem hefur náttúrulega bara mjög slæm áhrif til lengri tíma og ég get alveg trúið því að næstu árin að þá þurfum við að vera að vinda ofan á þessum vanda. Það komið mitt í fréttunum daginn að meðan held ég eitthvað 34 hafa sérst dáið út á COVID í Íslandi þá var yfir 100 manns tekið sitt eigið líf sko. Já, vísu sko með það þá koma sjálfsvíg í bylgjum. Já, þannig að árið 2013 voru held í 49 sem tók sitt eigið líf, þannig að þú tekur 2 þannig ári í röð, en þá ertu komið með sama. Já, en svona punkturinn svona hvað þetta ítir jafnvel meira undir þunglindið og þá þætti sko. Það getur bara meira vel verið sko, já. En ég svo sem engin sérfræðingur að finna lausn við öllum vandamálum í Ísland sko, en svona, þetta eitthvað sem maður kannski mætti taka þess betur fyrir. Já, áðurum bara að vanda þetta og skoða þetta með gögnum og sjá hvað það getum gert í þessu, en þetta klárlega góður punktur, af því að það hvað maður að segja, það má ekki vera afleiðingin af því að lækna, hvað var oftur svona kvótið, afleiðingin af því að lækna vandamáli má ekki vera dýrara heldur en afleiðingarnar, skilur að þú veist, manni hvernig það var orðað sko, en Og eitt ansi gott sem að ég sá í fréttunum, ég vissi samt ekki hvort þetta var feikað ekki, en ég held að það hef ekki verið feik, það var sérst þannig að í Bandaríkjunum fekk fólk sérst dónut fyrir að mæta í bólusýningu. Svo ákveði að hætta að gefa dónut þegar ég komist að því að þeir sem eru í offitu eða of þung að þau eru líklegri til að fá COVID og koma illa út úr COVID sko. Þannig að hætta að gefa dónut. Þetta fannst mér svolítið gott sko. Þetta er magna. Hvað helstu einu sinni að vera satt sem úr öðru máli í dag? Hvað hefur við aflæra? Hélt ég að væri satt. Ætli það megi ég kannski segja bara rosalega margt af því sem við göngum út frá í dag. Bæði hvað varðar heilsu, hvað varðar bara svefn og bara, raunin allt sem að tengist heilsu. Að það er náttúrulega talað, það er alltaf að koma greinar hitt og þetta og fólk á það til svolítið að grípa bara greinar og fara strax eftir því. Ef einhver léttist 5 kíló keto, þá er allir konar keto. Ef einhver nær árangri á vegan, þá fara allir á vegan. Þetta kannski aðeins flóknari það og kannski líka bara það svo staðreynd að það er engin tveir eins. Og líka kannski það sem ég sé eins og bara mest með mataræði að það er að félagslega tengst við mataræði er ákveðlega svona 80-85% af því að ná árangri í mataræði að rauninni ná tökum á því. Þetta hef ég séð mikið því er sérstaklega að taka lengri föstur að þegar það kemur kvöldmatur eða kemur hádegismatur og þú ert ekki að borða þá áttar maður svo því hversu rosalega sterk tengslin eru við mataræði og þá ekki tengslin við eggið eða gulrótin eða hvað sem maður þarf að borða heldur einhvern veginn þessi félagslegi þáttur að borða sko. Og annað bara margt sem að varandi ráðleggingar í mataræði og hreyfingu sem hefur verið sett fram sem að er svo kannski bara snarvitlaust. Að gott dæmi þetta bara ef við tökum kannski topic sem að nú getur maður kannski fengið að heyra frá einhverjum en allavega við látum að vaða kalóri inn og kalóri út að það gengi út úr þeirri hugmyndafræði að ef þú borðar meira en þú átt að borða þá fitnar og ef þú borðar minna þá minni orku þá fitnar ekki og út frá því að fitan er 9 kílókaloríur á móts við það að kolvetni er 4 kílókaloríur að það vantarlega er betra að borða bara meira á kolvetnum og þá hlýtur að grennast og það er minni orku í því en þá velti ég fyrir mér ég var með þetta fyrirlestri í gæri henni í svona næringartálunum sem við erum með ef að þetta ætti að standa strök að þá þyrfti prótein, kolvetni og fita öll hafa sömu áhrif á líkamann þannig hefur prótein, kolvetni og fita öll sömu áhrif á líkamann Nei, við vitum það að kolvetni veldur rosalegri blóðsykursveiflu, jafnvel, ef þú borðar sérstaklega mikið af því og einu og sér, að meðan að fitan gefur lengri orku og langtíma orku, þá er kolvetni að gefa mjög skamma orku.
og þetta ástæðan fyrir því að blóðsykurinn sveiflast upp og niður og orkulevelin fer að sveiflast líka upp og niður. Þannig ef að þetta væri svona einfalt kalóri inn og kalóri út, þá væri rauninni einmitt kolvetni, prótein og fita öll hafa sömu áhrif á líkamann og sjálfsögðu virka kalóri inn og kalóri út til styttri tíma. Sjálfsögðu gera það, ef þú minnkar aðeins orkuintökuna þá myndu byrja að grennast, en hvað gerir svo á endanum? Þú fer náttúrulega í orkusveifluna, svo þarf það að fá meira kolvetnum og svo meira og meira og meira. Og ég get alveg, ef ég spyr hérna fólk heima, þú veist, heldur að þú verði jafn líklegur til að fá þér mikið af, segjum bara salgeti, á móts við mikið af osti eða kjöti. Þetta langi mikið oft í það samaskilur. Þú veist, þetta náttúrulega hefur verið kennt og það sama kannski út frá þessum að tala með máltíðamynstri sem ráðlegt að börja að borða á 2-3 tíma fresti. Það eitthvað sem hefur verið sagt að sé rauninni kannski besta leiðin, en út frá því við sem að borða kolvetni á 2-3 tíma fresti þá það bara hrikalega slæmar ráðleggingar. Þannig það kannski margt einmitt eitthvað svona sem að svona... Heyri, mér langar til að trufla ykkur aðeins til að þakka styrktaralunum podcastins og sá fyrsti hérna te og kaffi, en ég mæli mjög mikið með að fara á te og kaffi, fá sér americano eða uppáhald kaffi og eiga góða stund með góðum vinum. Númer 2, kristall. Það bara ekkert betra en að fá sér kristall. Ég mæli með þessum græna í dós og þessum dökkgræna í plasti og þetta svona gos hollafólksins og það sést hverju drekka kristall. Að lokum, þá vil ég þakka Zuma kærlega fyrir. Þetta svona fyrsti staður sem kemur upp í huga minn þegar mér langar að fara eitthvað og fagna og eiga í einstakri upplifun og borða leið hollan og góða mat. Þannig ég mæli með því að fara á Sumac ef þið viljið fagna einhverju tilefni. En annars vil ég bara leið og ég þakka þessum styrktaralunum og þessum styrktaralunum sem ég nefndi í byrjun og koma fram á milli í YouTube-vídeónum, að þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að horfa, af því að ég mjög þakkláttur fyrir það að þið sé að verja ykkar tíma í að horfa og hlusta á 24/7 og án ykkar þá væri ég ekki hér og fengi ekki tækifæri til að gera þetta áfram, þannig að bara takk kærlega fyrir og vonandi að þið njóti vel. Þannig að inn í myndin eins og kalóri inn, kalóri út, að þá erum við að gefa okkur það að sveiflan muni valda því að mismunandi fólk sem borða mismunandi mataræði muni borða mismikið kaloríum. Að því að segjum einstaklega sveiflist, en samt borði jafn mikið kaloríum. Já, að því að leiður komin í sveifluna. Þá ertu náttúrulega að vinna á kolvetnum, en ekki í fitu. Já, þá vinnur skrokkurinn á fitu en ekki kolvetnum, já. Og þá spyrir maður til dæmis, af hverju byrja ég strax að grennast þegar ég fer á keto. Ég hélt sömu kaloríum og dró bara, ég hef alltaf verið frekar lágkolvetna en tók ennþá meiri kolvetni út og fór ketónist mataræði og allt í einu byrjaði að hríðgrennast. Og af hverju gerist það? Ok, ég með blóðsykurmæli á mig, hvað gerist við blóðsykurinn? Blóðsykur verður bara eins og ég sé í föstu, það verður bara gjörsamlega stabíl. Og hvað gerist þegar blóðsykur verður stabíl? Þú fer það bara verður að fitubrennslu vélurinn, skilur. Algjörlega. Og þetta nástaðan okkur fólk verið að missa fitu, en alltaf því verri sem að blóðsykurinn þú komið mjög háan blóðsykur, þá getur tekið langan tíma að komast á þennan stað sem að ég sem heilbrigður einstaklingur dett bara beint í, sko. Og síðan var hinbúndur og var smá svona gagnrýnin hugsun á að það sé ekki eitthvað eitt mataræði sem virkar, heldur bara misjafnt hvað virkar fyrir einhvers konar einstaklinga og maður þarf að prófa sig áfram og það þarf ekki að skilgreina sig sem keto, vegan eða whatever. Og algjörlega eins og bara konur og kall. Það ekki það sama í mataræði, sko. Næstu komið með konan með bara allt öðruvísi hormónastarfsemi og náttúrulega bara allt annað dæmi í gangi og konum hjá köllum og ég til dæmis að konur þurfi jafnvel meira á kolvetnum og halda og þoli til dæmis föstur ekki mikið sem að tengist hormónum. Þannig að það má ekki alveg setja okkur alltaf undir sama hatt, sko. En kallar við höfum verið svolítið heppnir að við erum svolítið hannaðir fyrir jafnvel föstur og eigum auðvelt með að sleppa kolvetnunum að mótsjú konunar virðist vera. Algjörlega. En ég svona, já. Fyrstmöndir nálgum þessu. Já. Hver helsti vendipunktur sem þú eru upplegað lífundi þessa? Ætli það sé ekki voru svipað svar og flestir gefið það er náttúrulega bara barneignina, sko. Já. Og það eins og vorum að tala áður við byrjum að við eigum það til ofta að gleyma fókus á það sem að skipti kannski öllu máli. Að áður fyrir náttúrulega, við förum kannski nokkur 100 ár aftur í tíman, þá var fókusin í okkur var náttúrulega fjölskylduna. Það var á mat, við þurftum að ná okkur í mat og það tengist náttúrulega hreyfingu, við þurftum að hreyfa okkur til að ná okkur í matinn sem við þurfum reyndar ekki í dag. Nei, það nefnilega kannski, að það út af því að ástæðan okkur það svona erfitt að
fara í gimmi og svona fyrir fólk af því að við erum ekki að vinna frá okkur skorti, við þurfum ekki að vera okkur mata til þess að lifa af. Já. Við höfum allt. En sorry. Já, það er svona fjölskyldan og hérna félagslega tengsl sem náttúrulega skipta mestu máli. Svo er það maturinn og svo náttúrulega bara svefn og fleira svona tengt heilsu sem að hérna áður fyrir skipta öllu máli. Þú þurftir að hvíla þig til þess að vakna næsta dag og náðir í matinn og svo varst í fjölskyldu meðan þú varst sultuslagur og slakaðir á. Já, og fjölskyldu var svona miklu nærri, bara öll fjölskyldu líka bara amma og afi og... Og núna erum við svolítið svona að gleyma okkur í jafnvel vinnu, þú veist, og svo náttúrulega erum við að hengja hausinn og stressa okkur yfir einhverju sem við höfum jafnvel engin áhrif á, eins og rauða ljósið á götunni eða veðrið eða hvað það er. Meðan við ættum kannski frekar bara að gleyma því að ég til dæmis þá og ég noti mikið samfélagsmiðla náttúrulega fyrir ultraformstöðinni hjá mér að þá er ég mikið að auglýsa og ég er að reyna að hjálpa fólki líka ekki inn í samfélagsmiðla eins og þú sjálfur ert að gera. Mér finnst það frábært að þessi tól sem þú getur náð til annara og hjálpa þeim að ná lengra og eins náttúrulega tengst fjölskyldu sem ég býr kannski ekki nálægt þér, sérstaklega á svona erfiðum tímum eins og COVID er. Já, að það er svona eitt sem ég hef tilengað mér svolítið, það er að kúpla mér svolítið bara út úr þessu sko, að hlusta ekkert ég til dæmis ég horfi mjög sjaldan á fréttir, ég fletti fréttablaðin af og til bara svona aðeins til að fylgjast með og sjá hvað er í gangi og svoleið sko, en svo bara stundur reyni ég að sleppa því að vita hvað tölur dagsins eru í COVID eða eitthvað svoleið sko, það er ekkert alltaf að gera mér neitt mjög gott sko. Þó ég þurfi náttúrulega að fylgjast með einhverju að ég er náttúrulega með hóptíma stöðvar og þarf að vita fjöldan svo sem og allt svo leið sko, varandi hvað ég þarf að gera í stöðunum og svo leið sko. Algjörlega, að 20 í þessu, annars sögum líka í byrjun og annað árum viðtali byrja, eins og segir og spyr fólk hvað skiptir í mestu máli í lífinu og segir fólk fjölskylda og vinnir en hegðunum þeirra endurspeglar yfirleitt eitthvað annað en það af því þið býð alltaf á kantinum og varðandi miðlana sem náttúrulega frábært tól upp á að tengja okkur í ytri heiminum þá finnst mér að skaða rosalega mikið í þessum innri heimi og þessum mannlegu nánd og mannlegu tengslum og ég líka eins og þú segir, ég er búin að reyna að mastera þetta einhvern veginn, þetta er náttúrulega eitthvað símar náttúrulega að vinna á einhverju fíkni kerfi og mótil í okkur, þannig að við erum bara, alltaf að fá einhver velun, dópamin þegar einhver að læka og whatever og hvað er að frétta og okkur svona, en að mastera það að nota góðu eiginlega við síman sem getur sendt skilabóð og haft áhrif á okkar fólk bara, með einum skilabóðum, en saman skapi líka að beisla með hann að ég sé ekki bara alltaf að skrolla og að mastera einhvern veginn þessa nálgun í þessu því að ég vill heldur ekki vera eyða tíma í símanum í eitthvað sem ég á ekki verið að gera. En sjálfsögðu náttúrulega sími eins og talva bara orðið rosalegt vinnutól fyrir marga og ég og þú náttúrulega notum hann mikið tengdi vinnu þannig að það er kannski aðeins öðruvísi en jú, það er svona maður sér mikið sérstaklega krakka hanga rosalega mikið í símum og það náttúrulega kemur þá kannski líka tekur aðeins út hreyfinguna þá í staðinn í staðinn fyrir hérna áður fyrir það voru fyrsta sem við gerðum í frímínútum í skólanum fórum út að leika okkur í körfubolta eða fótbolta nú kannski frekar bara ferða út á leikvöll og sest á bekk og kíkir í síman hvað er að frétta sko. Já og ég myndi að það er bara sko samskipti af því að ef þú ætlar að komast áfram í lífinu þá þarfst að kunna samskipti og ef þú þorir ekki að tala um manneskjuna, lítið í augun á honum eða æfa því að orða hlutina eða whatever, að vinna í þessu en þú kannski ert líklega til að senda skilabókinu síman eða eitthvað þegar manneskjarni er bara næsta herbyggið eða whatever. Ímyndaðu hvað þetta gerir fyrir unga fólki, það get ekki eftir þessa félagsfærni og þessi samskipti og kannski þorir ekki að lítið í augun á fólki og svo framvegis. Þetta er eitthvað tól sem hún verður að hafa í lífinu sko. Og þú bara nærist á félagslegum tengslum. Já, svo er það annað sko. Og svo hérna sem þú komst að hérna áðan hvað er það mikilvægast í lífinu það er að spyrja því, hvað er það mikilvægast í lífinu hverju myndið þú svara? Ég myndi alltaf svara fjölskylduvinir og að hafa góð áhrif á annað fólk í lífinu, hvort sem er í kringum með heiminum. Þannig er nefnilega einn punktur sem fólk á það til að gleyma að það mikilvægast í lífinu er alltaf þú sjálfur að því að ef þú ert ekki í lagi þá getur þú ekki sinnt þinn í fjölskyldu. En sér getur þú komið með hitt, ef þú ert ekki með fjölskyldu og vini, þá ert þú ekki í lagi. Já, svo. En svo er fyrsta lagi. Ég skil púntið, sko, já. En þetta er svona eitt sem að fólk gleymir svolítið, að það er kannski að fókusa svolítið á sjálfan sig. Það er of upptekið við það að sinna vinnunni, við að skutla krökkunum, við að gera þetta. Það er náttúrulega ofta tímur að sameina hreyfingu og fjölskyldu, eins og við gerum mikið í stöðina, við fyrir saman bara æfingar. Dóttir mín hleypur betur á brettin heldur margir í stöðinni sko. Þannig að og það annað sem að líka má kannski tengja þetta og það sem að ég vinn rosalega mikið í og ég vil nú ekki meina að ég sé
sjálfsvelgur eða einhver egoisti fyrir að gera það, að ég legg rosalega mikla vinnu í sjálfa mig. Og þá ég að tala að ég fer í kallbað, ég fer reglulega í göngutúra, ég fer út og geng berfættur í grasinu og jartengi mig, en skríti og það getur hljómað sko. og svo náttúrulega bara matræði og allt þetta og æfingarnar. Að þetta ætti náttúrulega að vera alltaf okkar fyrsti fókus. Ég ætla að grípa það hana, af því að ég held einu sinni að ég væri að vera sjálfselsku með að gera þetta allt. Já. En síðan áttaði mig á því að þetta ekki sjálfselska, af því að ef þú ert í toppmálum þú sjálfur, því að þú ert ekki bara þú í dag, þú ert þú á morgun og þú eftir viku og þú eftir nokkur ár og þú ert ekki bara þú því að þú ert líka þú í tengslu þín félagslegu tengsl, en ef þú ert besta útgáfan mögulega af þér og setur því sjálfan í forgang að þá sinnir þú þínu hlutverki betur og við betur áhrif á fólk í kringu þig. Þannig að það ekki sjálfselska að hugsa sjálfan sig eins og ég hélt einu sinni. Þannig að þú veist, það má alveg færa rök fyrir því hvort það sé ekki sjálfselska að setja sjálfan sig í fyrsta sæti, af því ég held ekki að þetta flóknara það, af því að þú nærð að hafa sinna þínu hlutverki betur ef þú setur sjálfa þig í fyrsta sæti þess að þýðir að aðrir græða því og þá það ekki sjálfselska. Algjörlega. Ég meina bara dæmi okkur tvo hérna, hversu mikil góð áhrif heldur við höfum farið að haft á fjölda fólks. Bara þú veist bæði með það sem við erum að gera á miðlunum og bara og meira til. Ég vona það. Já. Þannig að ég myndi bara út frá þessum orðum hvetja alla til að huga svolítið að þessu. Já, bara. Því að bara okkar besta tól þegar kemur að bara andlegri og líkamlegri heilsu, að það klárlega bara hreyfing og mataræði og félagsleg tengsl. Algjörlega, og gefa sér bara tíma, þú veist, klukkutíma daga fyrir sjálfa sig, eða þú veist, korter á morgnana eða eitthvað, þú veist, bara nýta það sem þú hefur. Þú veist, bara kvöldmatur, með göngutúrum í fjölskyldunni eftir matinn, bara hann þetta komið hreyfingu og félagsleg tengsl saman. Bingo sko. 100%. Hvaða ráð hefur þú fengið varðandi þína svona sérfræði kunnáttu sem svona kannski heilbrigði og hreyfing og allt þetta? Já. Sem það magna og vill deila því með okkur, eða það ömurlegt að þú þurfur að vara okkur við því? Nú þarf maður að passa orðin maður. Sem það magnað eða ömurlegt. Já. Já, ég var aðeins svona, ég hafði heyrt einmitt þessa spurningu áður og ég var ekki með að finna neitt alveg fullkomið svar við henni sko. Ætli mín ráðlegging svo sem kemur kannski bara meira frá sjálfu mér heldur einhverjum öðrum, það einmitt svolítið að reyna að finna bara svolítið hvað virkar fyrir því sko. Að þú veist að eins gott að það að hlaupa, þá hlaup ekki fyrir alla, eins gott að það að borða þessi matvæli, þá kannski virkar það ekki alveg fyrir alla. Þannig svolítið kannski að reyna að finna þína leið, en það nú ekki kannski gott svar við þessari blessuðu spurningu. Já, ég meina út að segja að þú finnir að þú hafir áhuga á hreyfingunni sem þú ert að sinna, sem er alltaf bara ógeðslega mikilvægt. Saman hvort það sé ultralaup eða þungalyftingar eða jóga eða whatever, eða göngutúrar. Þannig það meikar náttúrulega bara fullkomið séns. Og kannski eitt mikilvægasta sem ég hef tilnefnt mér í þessu, að það svolítið bara ganga svolítið út frá minni hugmyndafræði. Hvort sem það í tengt stöðinni eða þjálfun eða æfingum eða hvað að bara prófa eitthvað, prófa þessi áfram. Fólk allt og hrætt við það að prófa þessi áfram sko. Heldur bara að það verður að gera þetta og allir aðrir gera þetta, en hvað heldur að gerist þú gerir hitt? Og þú ert ekki að fara að deyja sko, ef þú tengur föstu sleppir inn til máltíðum eða hvað þú ætlar að gera, eða prófa lágkólefnamatara eða hvað það er. Þannig að gera prófa þessi áfram og ef það virkar, haltu það inni, ef það virkar ekki, þá veistu ekki að laka við það. Þannig að þetta og líka annað eins og bara tengt til dæmis bara auglýsingum fyrir stöðina hjá mér, skilur. Heyrðu, ég held að þetta getur verið góð auglýsing, bara prófa það. Svo bara, heyrðu, það fekk 3 like, skilur, ok. Þetta var gleina ömuleg hugmynd hjá mér, en ég allavega búin að prófa og ég veit hvernig það virkaði, skilur. Þannig ekki vera feimið við það að prófa þessi áfram, alveg saman hvort það tengt heilsu eða hverju það tengt í rauninni, sko. Já, af því maður alltaf pæli, mun þetta virka og þetta þarf að vera eitthvað fullkomið og ef það er að með þetta hreinu því prófa eitthvað nýtt, eitthvað svona, prófa þetta, sjáðu hvernig það virkar með því að skoða einhverja mælingar eða sjáðu hvernig þér líður þegar þú gerir það og svo framvegis. Já, og svo líka fólk er svolítið ekki nógu duglegt til það sko að lifa kannski svolítið í núinu. Það er svo margir sem eru uppteknir því að komast í bestu stöðun og fá sér bestu launin og eiga jafnvel sem mest inn á bankabókinni, en til hvað segja eitthvað inn á bankabók ef þú ert svo ekkert að lifa lífinu, skilur. Að gera, það er nauðsynlegt að einhvern varasjóð sem ég myndi alltaf leggja til með að fólk gerir sko, en þess á milli það er bara að gera að reyna að njóta lífsins. Bara að fara til útlanda svo lengi sem að þú kemst milli landa og þú veist, fleiri í þessum dúra að þú veist, kaupa svolítið upplifanir líka, skilur, þú veist. Já, algjörlega, og njóta sko
sem maður alltaf komast inn á að njóta þessari daglega lífsins og sem lífið snýst og ekki vera að bíða eftir stöðuhækkunni, að bíða eftir ferðin út eða svo framvegis, bara þetta er þetta normal shit sem við gerum öll, það er bara æfingu og það er einhver að sjá börn og við erum í vinnunni og það er erfitt í vinnunni og yfirleitt bara erfitt í vinnunni og yfirleitt stundum bara erfitt að koma sér á æfingu, en það er samt sem lífið snýst það er þessi venjulegu hlutir og gera þá bara eins vel og maður mögulega getur og halda áfram, þannig að maður alltaf að bíða eftir einhverju, að bíða að vera ánæður, að bíða eftir að vera hamingjusamur og þá bara kemur á staðinn og ætlar að fara eitthvað frí. Nú er ég loksins að vera ánæður, hvað gerist þá? Þú ert ekki ánæður af því að þú upplifir bara eitthvað ánæður tilfinningu í smá tíma og síðan hverfur hún, skilur mig, þannig að Og þetta er sem ég hef svolítið breytt hjá mér að eins og bara tengt bara heilsu og líkamsræktartækjum og blóðsykurmælum og hvað það er að maður hérna áður fyrir var ég svona, vildi ekki vera að eyða einhverjum óþarfa peningi í þetta. Þetta er bara sem ég lifi fyrir. Ef það er eitthvað sem ég á að eyða, þá á ég að eyða þetta. Að því sem hafi fylgst með mér á græmjörn og svona, því sjáu hvernig bílskúri hjá mér hann er. Og þetta kemur líka inn á þess að tala hérna áðan að setja þá stellingar sem þú myndin árangri í að vera klár með töskun og vera bílskúri hjá mér er bara líkamsrækt. Það er bara allt á sínum stað og það er mjög einfalt fyrir mig, ég labbi í bílskurinn og svo bara get ég byrjað að taka æfingu. Þetta er líka frábær punktur hjá það með, okkur er maður spari þetta er eitthvað sem ég brennu og lifi fyrir og svo líka talaði við Emil Pálsson daginn sem náttúrulega þegar fólk lendir í því að hann náttúrulega dó í 4 mínútur daginn fekk hans hjartastoppa fótboltavelli. Og ég er mjög góði vinir og hann talaði skilur og þetta er ekki tækt að það er annað að vita þetta og annað að hafa upplifið þetta. En sem hann breyttist hjá honum var meðal hans það bara mér langar að gera eitthvað þó að kostar einhver pening, þá ger ég það. Ég er ekki bara að fara að spara þá einhver peningin á bankareikningi. Auðvitað er þetta fín lína og þú ert ekki að leyfa þig bara allt. En ég langar virkilega að gera eitthvað og það er fyrir þig, af hverju ekki bara stökkva þá upplifun að gera það, að gera það sem þú vilt fjárfesta í, eins og þú vilt fjárfesta í búnaði því að þú brennur fyrir heilbrigði, þannig að af hverju ekki? Það er alveg saman hvort þú ert barn eða fullorðinn einstaklingur að það bara, elskaðu, upplifðu og lyktu þér, skilur. Það er bara eitthvað sem á til að gleyma svolítið, sko. Já, elskaðu sem er bara ást sem við þurfum og að gefa öðrum og upplifa, það er bara tengslu við núið. Og lyktu, það er bara svo við erum öll að leitast eftir að verða eins og börn aftur, sko. Já, ég meina, hvað heldur við sem að gera í hópatímum í Ultraform? Hver er munurinn á því eins og krakkum í frímánutu? Bara engin, við erum bara að leika okkur saman. Sjálfsögðu, ég reyna að kenna fólk að hreyfa sér rétt og allt svoleiðis, skilur. Þetta er náttúrulega bara leikur, við erum bara að leika okkur. Algjörlega. Jæja, Sigurjón. Ímyndaður var ekki að dæma þig og getið frá einni skoðun sem getið verið túlkuð sem óvinsæla öðrum. Hver væri svo óvinsæla skoðun? Ég held að það sé nú ábyggilega bara þetta varðandi kolvetni held ég sem að margir að því að eins og ég segi eins og við töluðum á þann að hvað áhrif hefur mismunandi næringargildi á líkamann að kolvetni hafa oft verið talin bara meira ávanabindandi en kókaín og þess vegna kannski er kolvetni ekki vænlegt til árangurs til lengri tíma og fólk vil festast í þessari vítarhring sko. Og ég er náttúrulega ásamt til dæmis okkar besta eftir Jöðtakapa sem ég tala mikið við Sigurður Ragnarsson, hann er náttúrulega hefur alltaf verið frekar kolvetna og hefur oft svona talað mitt fyrir því varandi mitt blóðsykur og orkulevel og svona sko hvaða áhrif það hefur kannski að vera ekki að fylla sig á kolvetni hverjum einasta degi sko. Ég held að þessi kannski þessi vegferð hjá mér svona að reyna að beina fólki svolítið á að þetta er kannski ekkert lífsnössulegt á höldum sko, sérstaklega ekki fyrir fólk sem að hreyfi sig ekki í þeim meira og kannski út frá þessu að þá náttúrulega er ég mikill föstumaður og hefur verið að taka oft hefur verið að taka núna 3 daga föstu, þess lengsta fastan sem ég hef tekið og tók 3 æfingar yfir föstuna og endaði þess 3 daga föstu á mjög bara erfiðar æfingu, blöndu af hlaupi og lyftingum og ég bara, lifiði það bara af sko. Þannig fólk heldur að líka mér bara, ef þú fær ekki orku núna þá getur ég gert þetta og bara þú ert að fá þetta og hann gerir þetta og þú ert búin að þessu þá verður að fá þetta og annars verður í tómt rugl. Já, nákvæmlega, verður að borða fyrir eftir æfingar. Líka mér er bara svo magnaður að hann sko, þó við séum ekkert mjög hári í 40% þá getum við farið bara, við getum fastað í mánuð, 2 mánuði sko. Bara þeirri 40% við höfum sko. Já, algjörlega. Þá ég sé ekki að mæla með því sko. Nei. En líkaminn er hannaður til að komast áfram í erfiðum aðstæðum þó svo við séum aldrei að upplifa þær erfiðu aðstæður í dag sko. Það er það sem að læra náttúrulega föstun líka, ekki að það gefi ymsar upplýsingar sem gott líkamlega. Mér finnst það líka bara svona andlega, bara fyrstulega er þetta áskorun, þetta er erfitt
þetta vinnur svolítið á móti þægjendunum sem tölum á hann sem lífið er. Já, þú getur fengið hvað sem er, hvenær sem er, ískaparnir 500 frá þér, skilur við. Þannig að nú færði ekki mat, það er lægi að vera svangur. Já. Ímyndaðu hvað maður læri mikið af því, ég finn fyrir svengt, ég þarf ekki að borða, það er lægi, ég degi ekki þó ég borði ekki að 2 tíma fresti, sko, þú veist. Og svengd er eitthvað sem kemur og fer bara. Já, kemur og fer, eins og maður læri í föstunum, sko. Já. Þannig að mér finnst það líka alltaf svona einhvern veginn svona, mér finnst alltaf fyrir mig persónulega, þá finnst mér þetta tilgangur fyrir mig er meira svona andlegt heldur en líkalegt, sko. Já. Svo skemmtilega að taka svona þryggjata föstur, sko, auðvitað er maður búin að vinna sig upp, maður prófaði fyrst að taka dagsföstu og síðan 2 daga föstu og maður fasta frá 2 til 7 á daginn, þannig að þú veist, við erum alveg búin að vinna okkur upp í þetta, skilur, og það tækur alveg tíma líka, kannski. Og ef við höldum áfram þetta og tölum kannski skoðanir margra á því að taka út kolvetni og eins föstur, ef þú tekur eitthvað út sem þú ert háður, heldur ég líði vel með það? Þú veist, ef þú tekur, segjum bara eitthvað svona fyrir eitthvað brútaldæmi, þú tekur reykingamann sem reykir pakka á hverjum einasta daginn, og tekur sígarettu á mánum og spyr hann svo, heyrðu, hvernig líður? Hræðilega. Og ætlar að segja út frá því hvort það sé gott eða slæmt að reykja. Og þetta er sem er kannski svolítið svona fer á misi í rannsóknum og einstaklega tilraunum. Ef þú ert að tekur hópa fólki og lætur það fara á 16-8 sem er að borða mjög kolvetnaríkt og er kannski ekki með bestu blóðsykustjórnina, heldur að það muni líða vel. Eða jafnvel þú lætur að fara í lengri föstu eða jafnvel lætur að taka út kolvetni sem er háð, heldur að fólkinu líði vel í rannsókninni. Hver heldur að niðurstöðunni í rannsókninni sé. Já, nákvæmlega. Og þetta má alveg yfirfæra líka bara yfir okkar daglu vegferðskilur. Já. Þú veist, ef einhver núna er að hlusta á okkur, já, ég ætla bara að taka 3 daga föstu. Þú veist, ég er ekki að mæla með ekki fara beint í 3 daga föstu. Og ef þú ert mjög háður kolvetnum og blóðsykurinn í smá rugli hjá þér, þá mun þið líða hrikalega, sko. Já. Þannig að þú veist ekki gleyma því að líkaminn þarf að aðlaga hlutunum. Já, bara litlskunni svo tölum við á hann, sko. Þú veist, ég get farið út núna, ég get hlaupið marathon undir 3 tímum. Það væri bara ekki sniðið. En þú veist, þú ert nýbúin að taka marathon á errönnur. Það er annar mál, sko. Já. En þú veist, það er ekki, fólk er svo fast í því bara, heyrðu, ég er spáð að fara að hlaupa, best ég fara í Laugaveginn. Eða ég langar að vera í þríþraut, best ég fara bara í Ironman. Þú veist, og þetta svona fólk, heyrðu, þú er átt af því að, þú veist, ef ég er komin þetta langt, að það tók mig ekki svolítið tíma að komast á þennan stað. Já, ég meina eins og þú og Mari oft þú spyrja mig hvort ég ætla að koma einhverja túra með ykkur og ég, þú veist, eftir í kringum einhver lengri hlaup og ég segi, ég er bara ekki alveg komin ángað, ef þetta geti komið með hluta að leiðinu og okkur svona, skilurðu. En það tekur alveg mörg ára að byggja sig upp í til dæmis það hlaupa á lyftingaform sem þú ert í. Þrátt fyrir að ég sé bara mjög heilbrigður og hreyfi mig mjög reglulega, skilurðu. Algjörlega. En þá tekur samt tíma fyrir mig, ég get ekki tekið bara 20 kilometra annað hver dag, þú veist, fattar mig. Nei. En þú gætir þú það yfir einhver tíma. Það myndi ekki vera holdt fyrir mig og þig. Nei. Og þetta er rauninni út frá þessum þú segir að þarna komi hugmyndin út frá ultraform nafninu, sko. Já. Veistu, hvað er ultraform? Ég vil kannski, ef ég tek sjálf á mig sem dæmi, að ég get farið og ég get hlaupið marathon, get tekið hörku lyftingaræfingu og ég get gert allt það sem ég vil gera, að þú veist, og svo er ég mikið að keppa jafnvel í hennar Spartan hindrarhlaupum, þannig að sé náttúrulega lítið kannski yfir heimsfaraldurinn. Þetta kalla ég ultraform, skilur. Mér finnst þetta svo sexy nálgun að heilbrigði, af því að þú veist, ég hef líka hugsað þetta og nú veist, ég hef verið alltaf ekki fasa sem ég náttúrulega var alltaf í fótbolta og var að lyfta með því, en síðan heyrir maður þegar maður er hættur í fótbolta, þú veist, já, hleypur, já, lyftingarnar, svona, og lyftir of mikið á vinnu á móti hlaupunum, já, ok, en ef þú hleypur of mikið á vinnu á móti lyftingunum, sem að gera vissu leyti, en samt er svo beautiful að vera bara, já, ég er í Róm, það er bara ekki sérstætt gimniðri, ég get bara að fara að hlaupa á næstu 4 daga. Skilur, að geta gripið í það að vera í ultraformi með því að hlaupa, með því að lyfta, með því að fara í göngur og svo framvegis. Mér finnst þetta svo sexy nálgun, sko. Já, algjörlega. Og þú náttúrulega hljómi ótrúlega að þá er ekki bara háður hérna reykingum og kolvetnum og svoleiðis að vera háður hreyfingu, sko. Þú verður það eftir ákveðin tíma, óþægild til að byrja með og síðan. Já, og þá sérstaklega eins og þungum lyftingum, sko. Að það er bara ótrúlegt að þú veist, ef þið líður mig illa á ferð og rífur aðeins í járnin maður. Úff, hvað það líður vel eftir það, sko. Já, ég tek alveg undir þessu sagðar á hann með þetta væri besta geðliður, sko. Ég myndi any day, ef ég gæti bara sofið í 6 tíma eða 7 tíma, og ég gæti ekki hreyft mig, ég myndi sofið í 7 tíma, þá myndi ég svo í 6 tíma og hreyfa mig. Ef við verðum að líti við langa tíma, því mér finnst hreyfing gera það mikið fyrir mig, en ég veit alls sjálfsögðu að svefn er lífsnauðsynlegur. Og svona út frá þessu að þá hef lent nú í svona ýmsum atvikum yfir lífið, sko, hef mist besta vinn minn í bílslýsi og félagi minn brandi dauða í vinnuslýsi og alltaf það fyrsta sem ég hef leitað í er bara að fá útrás.
þannig að þessum tíma bjó ég hjá ömmu minni þegar ég lenti í þessu vinnuslissi að félagi minn brandi dauða sem var bara hrikalegt náttúrulega og ég kom heim þannig á kvöldu það fyrsta sem ég gerði, ég var svona búin að útbúa smá gym upp á loftinu og ég er svolítið mikið í því að hanna líkamsstarfsstöðvar hér og þar og það fyrsta sem ég gerði að ég fór upp og ég bara svoleiðis tók vel á því sko. Ég bara varð að fótra sko. Þannig að við verðum svolítið svona meðalið þitt við Já, þess vegna ég með tengi svolítið við Goggins og svona sko, ég hef notað þetta svolítið svona sem meðal en að sjálfsög getur það endað í óheilbrigðu sambandi við hreyfingu. En maður bara að trufla sig basically. Já, en ég er svona meira bara, að slá á, þessa óþægilegu tilfinningu eða hvað sem er í gangi sko, þannig að Þannig ég hef aldrei farið út fyrir ramman þó að margir myndu kannski titla mig út fyrir ramman og með margt það sem ég er að gera svo sem en ég þólið að vel skilur álæðis. Já, og sem kemur að þessum momentum í þessum lengri hlaupum sko, sem þú ert bara farin að sjá einhverja rásunni vel og það er gjörsamlega bugaður sko. Já, og talandi með þessi löngu hlaup ég hef nú stundu sagt að þú ert stattur í einhverju ultrahlaupi eins og síðasta langa hlaupi á mér var 152 km endaði með 9.250 metrar hækkun í Frakklandi. Þetta finnst mér oft vera bara svona eins og hraðspólun í lífinu sko. Þú byrjar á startlínu ótrúlega stressaður og spenntur fyrir sem þú ert að vera að gera. Þú veist að þú verður að huga ótrúlega mörgum þáttum eins og þú ert að gera í lífinu, þú ert að huga fjölskyldinu og vinnun og allt þetta, það sem þú ert að gera í hlaupi, þú ert að huga hraðan sem þú ert að huga næringunni sem þú ert með, hvernig eru drykkjastörleiðinni, hvernig hækkunarleiðinni og allt þetta. Og svo náttúrulega á einhverju tímapunkti að þá bara ferði ekki mjög erfiða kafla, í lífinu ferði ekki mjög erfiða kafla, þú getur jafnvel mist einhverju sem er nánir eða getur mist heilsuna sem er náttúrulega eitt af mikilvægasta. Og getur verið gjörsamlega bugaður og svo kannski bara klukkutíma, 2 tíma senna þá bara eins og ekkert að við skeið þá ertu komin í toppmál, jafnvel sólin komin upp og þú ert nýbúin að fara í gegnum drykkjastöð og líður vel en ég segi ofta að ultrahlaup er svolítið eins og jafnvel hraðspól í lífinu sko. Þú ert að lýsa bara löguminu fyrir mér sko. Andjóks, það er bara geðveitt spenntur til að byrja með og sem hleypur maður eftir 25 kilometra og það maður gjörsamlega bugaður sko og ég byrja alltaf að segja mig og þegar maður upplegar sársauka í lífinu skilur það er oft gott að narra tímaramann skilur mig bara ok, ég kannski lifi ekki af út vikuna en ég lifi út daginn í dag eða næsta klukkutíman þannig ég samtíðis alveg með ok, þú hleypur allan á þessum hraða síðan var það bara neini, þú bara hleypur það er bara næsta skref, bara stoppar aldrei og bara sama hvað gerist og það var bara sársauka vult, þá það maður bara tíma til að komast í gegnum það og síðan byrja maður alls konar hugsanir að koma upp bara, veist, af hverju fokkanum er ég hérna, hvað er ég að gera hérna, hver er tilgangurinn í lífinu og allt svona fram með sko. Sem mæti maður á, eins og þú segir, á drykkjastöð þar sem ég fekk mér 2 Pepsi-glös fyrsta gos í 5 ár og 3-4 snikkersbita líða svona 5 mínútur og ég er bara orðin bara líi glad með bara brosa á augunum brosi út eyrun og bara flý í mark sko. Og þetta má náttúrulega bara yfirfara gjörsamlega verið lífið að það er svo margir sem að komast á einhvern punkt og halda bara ok, þú veist hérna er þetta jafnvel bara búið skilju, þú veist núna kemst ég ekki lengra en bara hvað hefur maður lært í ultrahlaupi bara haltu áfram. Það getur vel verið til líði áfram svona illa í klukkutíma, 2 tíma en það mun koma betri tíð sko og þetta er bara alveg sem er í lífinu skilju og ég meina hvað gerum við í hlaupinu við byrjum að næra okkur og ok, þá þarftu sennilega að gera það líka í lífinu, þú þarftu að gera eitthvað sem veldur einhver ánægju til þess að líða betur í að byrja það senna mér sko en eins og segi þetta er svolítið bara lífið í hraðspóli sko. When the going gets tough, the tough gets going eins og Tobbi okkar besti utanvarhlaupari oft talaði um sko hann kannski fer bara í gegnum 4-5 dimma dal í sama hlaupinu sko. Já, fokk maður. Bara þú veist nýbúin kannski bara orðin nokkuð góð bara nei, ekki aftur og ég get alveg tengt við það sko þannig að þetta getur við náttúrulega á stundum þú átt góða dag, ég átti mjög góðan dag þannig í Frakklandi, þá náði ég hlaupi genum all hlaupið á þess að lenda á nokkrum vegg sko en þá reynda tók ég það nálgun að ég var mikið með steinefni og amínósýrur í hlaupinu, ég var með unbroken og svona unfriðitöflur og ég tel að það hafi gert mér rosalega mikið og ég held að margir eiga til það að drekka of mikið í hlaupi og mikill vökvi, hann náttúrulega á það til að bara flössa út steinefnum og söltum og svoleið sko. En það var mjög erfitt þegar sólin fór að koma upp og þú varst að leiðin upp eitthvað 2000 metra í fjalli eitthvað svoleið sko að klára ekki vassbrúsan 1 fyrir bingo sko í staðan fyrir að södra hægt og rólega og það er annað sem að kannski má yfirfæra líka verið lífið, það skilur að ekki gera allt í einu skilur farið rólega í hlutina sko ekki of mikið græðki þátt fyrir að sé allt til því að við lifum í þeim heimi sem er allt til skilur en taktu bara minni bita af kökunni sko algjörlega, þetta er beautiful nálgun á langhlaup sko þetta getur yfirfæst mikið á lífið sko það hefur mér svo segir, þú
næraði til þess að geta ná að hlaupa áfram sem því að þú ert að næraði þessum áherslum sem við sögum á bara með mataræði, með félagsleg tengsl og með svefn og hreyfingu og allt þetta. Því réttari sem þú nærið því betra. Já, algjörlega, ekki ómikil græðgi, þannig ekki vera að borða mikið, þú veist, fattar mig, þú veist. Og síðan þú munt lenda í sársauka í lífinu og yfirleitt lendir maður í sársauka í svona lengri ultrahlaupum, en þú veist, þú getur komist í gegnum hann og koma betri tímar og þú munt vera sáttari með sjálf að þú kemst í gegnum það. Og út frá þessu, því meiri sársauka sem þú upplifir í gegnum lífið, því auðveldara verður margt annað í lífinu. Já. En það er líka annað sem ég hef lært að í dag þarf rosalega mikið til þess að ég er mjög slæman dag, sko. Já. Því ef ég er eitthvað pirraður eða stoppar eða ljósa eitthvað, þá bara setja ég góð tónlist og þú veist, ef ég er að þrífa klósett í stöðinni sem er ekki það skemmtilegast, þá setja ég bara gott podcast, skilur. Já. Og þannig að þú getur alltaf fundið líka leiðir til að líða betur. Algjörlega, 100%. Síðan spurning, ef þú mætti koma einu skilaboð á framfæri út lífið til annarra einstaklinga, hver var svo skilaboð? Ég held að heilsugúrún verði bara að leggja áherslu á heilsuna, sko. Nú ekki? Jú, já, kannski leggja áherslu á það sem við lögðum áherslu á hérna áður fyrir sem við tölum það er, þú veist, ok, hvað þurfum við að pæla mikið í, það er, þú veist, mataræði, það hefur gífurleg áhrif og til að ná árangri í mataræði til í að þú verðir að eyða tíma í eldhúsinu, það er eitthvað sem við erum hætt að gera, við erum rosalega mikið einhverjum skyndilausnum, þannig eyttu tíma í eldhúsinu, sinntu heilsunni og þannig getur við sameinað félagsleg tengsl og heilsu, þannig getur við gert náttúrulega bæði einu eins og við erum að gera í stöðinu og svona og svo kannski eitt af mikilvægasta sem við erum líka að gleyma, það er að tengjast bara svolítið náttúrunni, sko. Það er ótrúlegt hvað það getur gert að jartengja sig vel, sko, og fara bara út í náttúruna og vera bara svona, ekki gleyma sér í þessu daglega amstri sem við erum að gera. Að þú veist að kíkja aðeins út fyrir kassan og hafa svolítið gaman, ekki gleyma að leika sér í þessu, sko. Það er svona eins og að festast í þessum vítahring sem að tengist vinnu og skuttli og alls konar dóti, sko. Já, og stressi og þessu, skilur. Þá fórnar að heilsunniðinni. Já, og svo náttúrulega bara, þú veist, alveg eins og góðir heilsutengda venjur hafa góð áhrif á líkama, það er sama öfugt farið, sko, ef þú ert að borða vitlaust af sykurinn eða unugramminsolíunar eða hvað það er, þá mun það náttúrulega hafa áhrif á bólgumyndun líkamannum og þú ert líklega til að meiðast og fleira þar fram til göttunum. Þannig að því meira holdt og gott, því meira jákvætt, hvort sem það er hreyfing eða mataræði eða hvað það er, sko. Já, þannig að heyrið þið það, bara setja heilsuna í fyrsta seti. Og kannski umvefja sér fólki sem hefur svipaðar skoðanir og sum áhugamál og góð áhrif á því. Ég meina, það er ástæðan fyrir að við erum alltaf að chilla saman í spýrinu og spjallum hitt og þetta, skilur. Já, algjörlega, við deilum þessum kvata, sko. Já, deilum þessar kannski lífsýn og vilja gera gott betra og viljum bæta okkur, skilur mig, og já, klálega því að þú veist að vera í hóp sem styður við þessar breytingar og þetta sé normið þar, skilur mig, það ég held að það sé gífurlega mikil, því það er svo erfitt að vera einn í einhverjum hóp sem þetta ekki normið, því þá þú skrýtningurinn og hvað verður komið á þróun, ef ég skrýtningurinn þá tilir ég ekki hópnum og hvað gerst því til ekki hópnum, þá lifi ég ekki af, þannig þá fer ég alveg í kerfi, sko. Já. En svo, sko, þú veist, eins og ég er stórskrítinn, náungi, sko. Ertu svo stórskrítinn? Já, ég blessa maður á kvöldin og getur sem ég labbandi hérna berfærnir í græsinu og svo ég liggi í ísbaðinu og með innfarað á sánu heima hjá mér, þannig ég gerir rosalega margt sem annað fólk gerir ekki. Nei. En þú veist, ok, að þú veist, ef ég geri það ekki, eins og ég talaði um á hann, að þú veist, að vera ekki alltaf að fylgja þessu ramma sem allir fylgja, annarkort mun fólk bara, ok, það bara ég nenni ekki að spauga honum og svo rugglaði, skilur, það er bara flott, það þurfa ekki allir að gera svo ég gera, skilur, en ef ég geri eitthvað sem þú prófar og það virkar fyrir þig, þá ég að klálega vinn, sko. Já, en þú veist, það kannski því ég líka framkvæmi hegðun sem ekki í kassanum stundum, en mér finnst það ekki skrítið. Nei, ég segi þetta er ekki skrítið fyrir þig, en fyrir aðra klálega. Já, en þú veist, er það sem skrítið, skilur? Það sem ég er að gera? Já, þú veist, ok, ég veit skrítið með boxið, skilur þú? Já. Sko, sem alveg deilum að hvort skrítið ekki. Já. Af hverju þetta skrítið? Sko, við náttúrulega, það er svo rosaleg hröð þróun í gangi hjá okkur, að margt sem að var hérna áður fyrir alls ekkert skrítið, er orðið í dag bara mjög skrítið. Já. Að sem dæmi bara, þú veist, ef við tökum bara hvað er það næringaríkasta sem þú getur fengið.
borðað semst. Það er lifur. Í lifur ertu með mestu næringarefnin bara sem þú finnur. Í dag orðið mjög bara hálf skrítið að borða lifur. Þú veist hérna, hvað það fyrsta sem að rándýri gerir þegar eftir að drepa bróðana, það ræðst á lifurina skilur og borða lifurina. Þannig að þú veist, núna orðið mjög bara skrítið að þeir sem eru að borða lifur sko. Og þú veist, þannig að ég og Gunnar Örn þjálfar í stöðinni og fleiri svona sveitadurkar hana sem við erum nokkri saman, skilur við erum aðeins komnir svona í innmannspælingar sem við höfum náttúrulega deilt aðeins skoðunum á svona. Þannig að þú veist, að gera kannski, meira því bara sem að við gerðum hérna áður fyrir, skilur. Þú veist, ef þú ætlar hvað hollt mataræði, ef það syndir, gengur, hleypur eða vex á jörðinni, að þá myndi ég segja að það væri nokkuð gott, sko. 90% af því sem í matvörubúi í dag það tilbúið, sko, og var ekki til í hana fyrir 100 árum. Það upprunum bara. Já, og reynir bara umhverfið okkar hefur breyst svo rosalega mikið á stundum tíma. Það svolítið þannig og við náttúrulega notum með mitt unnar grænmetisólur í allt saman og sykurinn og allt þetta sko. Þannig að þú veist, eins góð og þróunin getur verið þá getur hún líka verið aðeins sleim sko. Algjörlega. Sigurjón, þú getur fylgst með þér á Instagram á Sigurjón Ernir og Ultrafrom líka á Facebook og Instagram og svona. Já, maður reynir að deila hérna öllu og svona smita fólk á þessari geðviki sem ég er. En takk hérlega fyrir að gefa tíma til að spjalla, það var mjög gaman og bara haltu áfram að gera þitt og hafa góð áhrif á aðra með heilbrigða leiðarljósi. Já, við gerum það bara saman. Takk. Já, takk sem leys.